Sífellt fleiri demókratar vilja að Joe Biden Bandaríkjaforseti hætti við framboð til endurkjörs eftir 2 neyðarleg mismæli í gær. Biden virðist ekki ætla að verða við því og er kominn aftur og fullt í kosningabaráttuna. Skipstjóri og stýrimaður á flutningaskipinu Long Dawn hlutu skilorðsbundna dóma í dag fyrir að hafa ekki komið sjómanni til bjargar eftir þeir sigldu á bát hans. Þeir játuðu sök og eru lausir úr farbanni. Forstjóri Icelandair segir enga þörf á nýjum flugvelli og félagið afskrifi nýjan völl í Hvassahrauni. Samstaða flugvellinn í Vatnsmýri aukist og hann þurfi að byggja upp. Stór landsvæði í Fljótum og Tröllaskaga eru komin undir vatn í hlýindum síðustu daga. Bóndi segir öfgar í veðri valda áður óséðum vatnavöxtum. Annað er uppi á teiningum suðaustanlands þar sem að tún hafa brunnið í þurrkatíð. Ísland leikur á lokamóti EM kvenna í fótbolta í Sviss á næsta ári. Þær tryggðu sér þátttökuréttinn á 5. Evrópumótinu í röð með 3-0 sigri á Þjóðverjum á Laugardalsvelli í dag. Gott kvöld. Stuðningur demókrata við framboð Joe Bidens fer sífellt minnkandi. 2 neyðarleg mismæli eftir leiðtogafund NATO í gær hafa aukið enn á efasemdir heilsufar forsetans og getu til þess að gegna embættinu. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Þessi neyðarlegu mismæli hafa ekki hjálpað Biden sem berst í bökkum við að halda framboði sínu til streitu. Á sama fréttamannafundi mismælti forsetinn sig svo aftur. Look, I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. I think she's not qualified to be president. So let's start there. Kollegar Biden sem voru á fundinum kom honum til varnar þegar þeir voru spurðir atvikin. Il nous arrive à tous de faire des lapsus. Ça m'est arrivé, ça m'arrivera sans doute demain. We've been through 2 days of this council and come to a very good outcome. He's led through all of that, spoken in every session, pulled people together, and we got a good outcome, and I think he should be given credit for that. Sjálfur virðist Biden ekki að baki dottinn. Hann hvetur demókrata til þess að hætta að skora á sig að draga framboð sitt til baka. Officials here are saying off the record that your decline has become noticeable. Hasn't this now frankly become damaging for America's standing in the world? Thank you. Did you see any damage to our standing in my leading this conference? Have you seen a more successful conference? What do you think? Ólöf, hver hafa viðbrögðin við þessum mismælum forsetans verið? Það voru þegar uppi áhyggjur og efasemdir heilsu og getu forsetans eftir afleita framistöðans í kappræðum við Donald Trump í lok júní og þessi NATO-fundur og hans hlutverk á honum sem gestgjafi og það var svona litið á það sem eins konar prófraun svolítið fyrir hann til þess að athuga hvort hann sé ennþá bara fær til að sinna þessu embætti og öllu sem því fylgir. Og eftir þetta þá hafa áhyggjurnar bara aukist og það eru, til þess að reyna svona lágmarka skaðan hefur Biden verið á fundum með flokksmönnum, flokkssystkinum sínum í dag og til dæmis með fulltrúum þingmönnum í fulltrúadeild og svona nokkrir þingmenn hafa sagt það bara hreint út að þeir vilji að Biden dragi framboðið sitt tilbaka. En svo hafa miðlar vestanhafs líka verið að greina svolítið frá því sem eru í gangi bak við tjöldin sem þau hafa eftir heimildamönnum sínum. Til dæmis segir CNN að Barack Obama, fyrrverandi forseti og Nancy Pelosi, fyrrverandi forseti fulltrúadeildarinnar séu meðal þeirra sem eru farin að hafa áhyggjur af því að Biden geti unnið Trump. En Biden er engu að síður komin og fullt í kosningabaráttunni aftur? Já, hann er komin til Michigan og verður með kosningafund þar en það ríki hefur verið svolítið mikilvægt í baráttunni og Biden rétt marði sigur þar í síðustu kosningum. Eru einhverja líkur á hann dragi sig í hlé og ef svo fer, hver er þá líklegastu til þess að koma í hans stað? Það verða nú eiginlega teljast líkur á því með við að það er greinilega
örvænting komin upp innan flokksins með við allt það sem hefur gengið á og svona það sem þó hefur verið greint frá. Þau sem hafa verið nefnt eru auðvitað Kamala Harris, varaforseti, og svo Gavin Newsom líka sem ríkisstjóri í Kaliforníu, en hann til dæmis einn þeirra sem hefur ekki afdráttarlaust gefið upp sína skoðun á þessu máli, hvort honum finnist Trump Biden eigi að draga framboðið tilbaka eða ekki. Einmitt, takk fyrir það, Ólöf, og við snúum okkur á innlendum fréttum. Skipstjóri og annar stýrimaður flutningaskipsins Long Dawn hlutu skilorðsbundna dóma í dag fyrir að koma manni ekki til bjargar eftir árekstri við strandveiðibát hans. Skipstjórinn hlaut 12 mánaða fangelsisdóm og annar stýrimaður skipsins 8 mánuði fyrir að koma sjómanni ekki til bjargar í sjávarháska. Dómarnir eru skilorðsbundnir til 2 ára. Skipstjórinn var einnig sviptur skipstjórnarréttindum í 3 mánuði. Hann var auk þess að stefna lífmanns í hættu, sakfelldur fyrir að vera undir áhrifum áfengis og fíkniefna þegar áreksturinn varð úti fyrir Garðskaga. Sjómaður á strandveiðibátnum Höddu þurfti að koma sér út úr bátnum sem hvolfdi og komst af við illan leik. Strandveiðimaðurinn svamlaði í sjónum uns skipverja á öðrum bát kom honum til bjargar. Stýrimaðurinn var við stjórnvölinn þegar þetta gerðist, en skipstjórinn skipaði honum að halda áfram, þrátt fyrir að stýrimaðurinn, sem töluvert yngri, teldi sig hafa séð bát verið að sökkva. Skipstjórinn og stýrimaðurinn voru handteknir við komuna til Vestmannaeyja næsta dag, þann 17. maí og hafa verið í farbanni síðan. Þeir játuðu sök og losnuðu því í dag undan farbanninu og geta haldið heim til Rússlands. Forstjóri Icelandair segir félagið útiloka flugvöll í Hvassahrauni næstu áratugi. Engin þörf sé á að byggja nýja flugvöll. Alþjóðavöllurinn í Keflavík sé nú stærri og meiri samstaða sé að myndast að hafa Reykjavíkurflugvöll á sínum stað. Árið 2019 taldi Icelandair vert að skoða Hvassahraun fyrir mögulegan nýjan innanlands- og millilandaflugvöll og könnuðu það ítarlega. Félagið hefur nú afskrifað Hvassahraun sem flugvallarkost næstu áratugina, en það var árið 2015 fyrst talin vanlegasti kosturinn fyrir nýjan flugvöll. Icelandair hefur síðan þá fjárfest mikið í stækkun Keflavíkurflugvallar og segir enga þörf á nýjum flugvelli. Við erum með 4 alþjóðaflugvelli á Íslandi í dag sem eru bara fínir, en við teljum að sé skynsamlegt að styrkja þá enn frekar, sem dæmi flugvellin hérna í Vatnsmýrinni, að það þarf að gera hann enn betri, bæði fyrir farþega og starfsmenn, og styrkja hann enn frekar sem varaflugvöll. Það hagkvæmt og umhverfisvænt, segir Bogi. Hvassahraun út af borðinu. Já, allavega næstu í fyrirsjáanlegri framtíð höfum við afskrifað þá og gerum ekki ráð fyrir því. Við sjáum bara að við Íslendingar erum víða í innviðaskuld og þurfum að byggja upp ýmsa innviði. Viðamikil skýrsla Hvassahraun sem flugvallarstæði hefur verið í vinnslu í nokkur ár og verður loks kynnt í næsta mánuði. Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, Reykjavíkurborg og Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum skipuðu starfshóp 2019 sem vann skýrsluna. Hvað svo sem þar kemur fram og burt séð frá óvissu vegna jarðhræringa, segir Bogi að leggja þurfi áherslu á uppbyggingu flugvallarins í Vatnsmýri. Og það hefur erfitt fyrir okkur sem flugrekanda þar að byggja upp fasteignir og annað, vegna þess að óvissan hefur verið það mikil. En núna erum við að sjá að óvissan að minnka og mér finnst svona að vera komin meiri samhljómur í til dæmis stjórnvöld, hjá stjórnvöldum og að völlurinn komin til að vera og verður hann á næstu áratugina. Stjórnvöldum í Finnlandi verður heimilt að hafna umsóknum alþjóðlega vernd á landamærunum. Finnska þingið samþykkti í dag neyðarlög innflytjendur sem koma frá Rússlandi. Landamæri Finnlands að Rússlandi eru 1340 kílómetrar, svipalöng og allur þjóðvegur 1 sem liggur Ísland. Ríkisstjórn Finnlands lokaði nær öllum landamærastöðum við Rússland á síðasta ári eftir að 1300 manns komu þar í gegn án tilskilinna leyfa. Og samkvæmt nýju lögunum landamæravörðum heimilt að neita fólki alþjóðlega vernd strax á landamærunum undir ákveðnum kringumstæðum.
Äänestyksessä on annettu 167 jaa-ääntä, 31 ei-ääntä, tyhjiä 0, poissa 1. Lögin eru neyðarlög og gilda í 1 ár. Ríkisstjórnin segir þau viðbragð við auknum fjölda innflytjenda frá Rússlandi sem stjórnvöld þar sendi vísvitandi til Finnlands. Se on vahva viesti Venäjälle, se on vahva viesti meidän liittolaisille. Suomi huolehtii omasta turvallisuudestaan, me huolehdimme EU-rajan turvallisuudesta. Þessi lög eru umdeild. Mannréttindasamtök á borð við Amnesty segja þau brjóta gegn grundvalla mannréttindum. Lögfræðingar og fræðimenn hafa einnig sagt þau brjóta í bág við stjórnarskrá Finnlands, auk þess sem þau gangi lengra en lög og reglur Evrópusambandsins leyfa. Hætta á aurskriðum og vatnavöxtum á Snæfellsnesi og sunnanverðum Vestfjörðum helgina í samfelldri rigningu. Veðurstofan spáir mjög mikilli rigningu, sérstaklega á morgun. Spáð allt að 280 mm uppsafnaðri úrkomu til fjalla á þessum slóðum næstu 3 sólarhringa. Það óvenjulegt miðað við árstíma. Á láglendi spáð allt að 150 mm uppsafnaðri úrkomu. Ekki styttur upp fyrir á mánudagsmorgun. Þá eru leysingar til fjalla á norðan og austanverðu landinu með vatnavöxtum. Það því ekki hægt að útiloka skriðuhættu í fjallshlíðum þar sem að snjór að bráðna. Og tún eru víða komin á kaf í nágrenni Miklavatns í Fljótum á Tröllaskaga, þar sem vatnshæð hefur sjaldan verið jafn mikil. Bóndi á svæðinu sem ýmsu vanur í öfgum náttúrunnar segir tímabært að grípa til varanlegra aðgerða. Nyrsta byggðarlagið í austanverðum Skagafirði eru Fljót. Þar snjóþungt á veturna en yfirleitt veðursælt á sumrin. Miklavatn liggur þar að sjó og vatnavextir eru algengir eftir snjóþunga vetur. Fyrst og fremst vegna mikils sandburðar sem stíflar ósa vatnsins. Vatnshæðin hefur verið yfir meðallagi í vetur en í hlýindum síðustu daga hækkaði verulega í vatninu. Ég hugsa að hækkunin sé svona 1,5 metr og maður sér það hér og vil á girðingastöðunum sem komin á kaf. Og hjá okkur til dæmis þá eru hér svona cirka 10 hektara ræktunarlandi og beitilandi á kafi vatni. Stór hluti æðavarps á svæðinu fór undir vatn og ástandi hefur neikvæð áhrif á lax og silung. Jóhannes segir tjónið orðið talsvert eftir krefjandi sumarbyrjun þegar júníhreti tekið inn í myndina. Ég sérstaklega í svona árferði í vor þar sem að túnin voru ónýtt og mann veitti ekki að beitilandinu fyrir skepnurnar og gátt ekki sleppt fénu á fjall fyrir einhvern í lok seinnipartinn í júní. Sem þýtti það að ég var með allt féð á fullri gjöf þarna sem annars hefði haft nægt beitiland og gefa kannski svona 2 rúllur á dag. Maður getur svona bara reiknað það í peningum að það ansi mikið pluss álagið á skepnunum og svo náttúrulega allt saman sem á bætist. Þannig að þetta þó nokkuð mikið fjárhagslegt tjón. En náttúran óútreiknanleg og það veit Jóhannes, enda búið í Fljótum alla tíð. Sko, ég myndi ekki búa þessum staði á landinu ef maður myndi ekki bara taka þessu eins og hverju öðru hundsbiti, sko. Þetta bara það sem verðum að fást við hér. Hér svo sem engin meðalmennska í einu eða neinu, sko. Við fáum gott veður, við fáum mikið snjó, við fáum svona hitt og þetta. En þetta bara eitt af það sem við dílum við og við kjósum að búa hér og maður bara tekur því og vinnur úr því og reynir að finna sem besta lausnir öllu og vinna með fólkinu sínu og nágrannum og náttúrunni. Í síðustu viku var ósinn dýpkaður og breikkaður en vatni hélt þó áfram að hækka í vikunni. Landeigendur á svæðinu vinna nú að því ásamt viðeigandi yfirvöldum að finna varanlegri lausn. Þetta raunum bara náttúran sem á ferðinni þarna og við ætlum svona eitthvað aðeins að reyna að hjálpa henni, sko, þannig að við drukknum ekki hér alveg. Á Suðausturlandi enginn að drukkna, þar allt aðra sögu að segja. Bóndi þar segist sjá mikla breytingar í umhverfinu vegna hlýra veðurfars. Tún spretti síðar, einkum þau sem sé á sandi og þau eigi til að brenna. Heyskapur stendur víða yfir á Suðurlandi í dag, enda veður með besta móti. Þetta var slegið í gær, þurrkað í dag og síðan á að reyna að rúlla í kvöld. En það ekki gott að hafa allt og gott veður. Þegar sjónvarpsmenn voru á ferðinni á Suðausturlandi á miðvikudaginn var brakandi þurrkur, vindur, hlýtt og sólskinn. Það hefur leikið túnin í Hólabrekku vestan við Höfn í Hornafirði grátt. Það eru langvarandi þurrkar sem hafa áhrif hér og eiginlega verða árvist. Ari segir að af þessum sökum geti heyskapur staðið lengur en ella, sérstaklega ef tún á sandi brenna.
Hitar og þurrkur hafa minni áhrif á tún þar sem undir mýri eða annar jarðvegur. Það vil brenna á þeim og deyja og í langvarandi þá gera tún sem á hæðum og hólum líka. Það eru fleiri ummerki meiri hlýindi sem blasa við bóndanum á Hólabrekku. Fláajökull að flótta. Hann búinn að hopa bara einhverja kílómetrar frá því ég man eftir. Og það er bara geysileg breyting. Við ætlum aftur til útlanda. Heimilislausum í Síle hefur fjölgað næstum þriðjung síðustu 4 ár, þrátt fyrir að landið sé eitt það ríkasta í Suður-Ameríku. Húsnæðisskortur og fjölgun flóttamanna eiga þátt í ástandinu. Lögreglan hefur í auknum mæli fjarlægt fólk af götunum. Pero lo más difícil ha sido eso, dormir en la calle. Ver a mis hijos en esa situación. Karen og fjölskylda flýðu Venezuela vegna efnahagsástandsins þar og enduðu í Chile með viðkomu í Kólumbíu. Von þeirra betra líf endaði í skílu fyrir heimilislausa. El futuro es arrendarnos, establecernos acá, dejar de viajar, que mis hijos se sientan bien con Chile y puedan estudiar y puedan tener amiguitos. Fjölgun flóttamanna hluti af ástæðunni fyrir því að heimilislausum hefur fjölgað úr 15.000 í 21.000 síðustu 4 ár, samkvæmt opinberum tölum í Chile. Hjálparsamtök segja þær reyndar vanáætlaðar, en ástæðurnar eru fleiri. Una crisis habitacional que ha ido empujando cada vez más a las personas en situación de calle. Otra consecuencia todavía de la pandemia. Það fyrrnefnda á við Viktoríu, þar sem móðir hennar seldi hús þeirra skömmu áður en hún dó. ¿Para qué dijo? Para que no se pelee en la casa. Disfrutó ella la plata. Pero después llegó el momento que se me murió, yo ya andaba ya rondando la calle, me gustaba. Þetta skýli í Santiago í sömu götu og embættisbústaður Gabriel Boric forseta, svo þetta fer ekki framhjá yfirvöldum. En viðbrögðin hafa aðeins verið að lögreglan fjarlægir svefnstaði og fólk sem nýtir sér þá. Viviendo en calle siempre digo son personas no en situación de calle, que son personas sin hogar, porque la situación de calle es como una higienización que hace el gobierno son hasta. Lítið hefur borið á aðgerðum til að leysa vanda heimilislausra. Og aftur hingað heim og í veðurblíðuna á Vopnafirði því Vopnfirðingar bjóða heim í mikilli veðurblíðu yfir 20 stiga hita. Bæjarhátíðin þeirra, Vopnaskagg, með veglegra sniði í ár og verða stór tónleikar í miðbænum annað kvöld. Núna dagskráin hjá okkur á Vopnaskaggi bara að fara á fullt og nú eru hoppukastalar í gangi hér og svo sundpartí og það eru stórtónleikar á torginu hjá okkur á morgun og svo endar það á Bustavelsdeginum á Bustavelli þar sem safnið lifnar við. Þannig að það er bara mikið að gerast hjá okkur helgina. Og þið eru heppin með veður? Já, það er bara geggjað veður og 20+, þannig að ég held að allir ættu að mæta Vopnafjörð. Margir á Austurlandi núna og fólk getur kíkt á Vopnafjörðinn? Já, það er eitthvað fyrir alla hér, þannig að það eru allir velkomnir. En menn eru hættir þessum hverfavesenni og þessum hverfalitum og svoleiðis? Já, við erum að skreyta húsin en maður má gera bara alveg sem maður vill. Allir að góða slítir. Og hverjir að koma á Vopnaskagg helst? Það er svona mest kannski brottfluttir Vopnfirðingar og íbúar og fólk hérna austan. Og svo er búið að vera svona mjög mikið traffík núna. Það er bara frábært. Og það eru víðar samkomurnar, kannski ekki alveg jafn góðu veðri 2000 skátar víðsvegar af landinu og erlendis frá koma saman á vikulöngu landsmóti skáta á Úlfljótsvatni. Mótið var sett fyrir í kvöld. Það er ekki hægt að segja að veðrið leiki við skátana, Greta Sigríður. Nei, það er ekki alveg sama veðurblíðan hér og fyrir austan en skátarnir láta ekkert á sig fá. Þeir eru búin að bíða í 8 ár frá síðasta landsmóti og það eru gríðarlegt magn af hressum skátum komin hérna saman. Meðal annars 1500 skátar sem komu erlendis frá Hong Kong og Tævan og fleiri fjarlægum löndum. Þau þurfa að vera við öllu viðbúin í þessu veðri. En við erum með nokkra hressa skáta hérna frá Skjöldungum. Hvernig hefur gengið að koma tjaldbúðum í dag? Já, það hefur bara gengið býsna vel. Hvernig er að tjalda í svona veðri? Er þetta nokkuð vandamál? Nei, ég myndi ekki nú segja það. Ertu búin að vera lengi í skáti? Já, alveg svolítið lengi.
Og hvað finnst þið skemmtilegast við að mæta á skátafundi? Það bara svakalega mikið og mikið eftir að gera sem mjög skemmtilegt. Ertu spennt fyrir einhverju sérstöku hérna á skátamótinu? Nei, eiginlega bara spennt fyrir að vera hér. Já. Og hvað ert þú búin að vera, þið voru bara að mæta í dag, það ekki? Ertu með eitthvað á dagskránni sem þið langar að gera? Ég held mér langi bara hitt einhverja aðra frá öðrum löndum og eitthvað. Það held ég bara mjög gaman. Eru þið undirbúin undir nóttina hérna í þessu veðri? Kunnið þið ekki allt hvernig á að bragðast við svona? Jú, við erum bara vel klætt og eitthvað. Já. Og eru tilbúin að sýna skátunum sem koma lengra frá hvernig á að takast á íslenska veðráttu? Já, það held ég bara, ég veit ekki alveg hvort að það myndi eitthvað ganga en ég held það. 6-8-6-8-0-2 Þá svarar hann í síðan hann með tímann, já hann tala bara meir. Okkur hefur verið tíðrætt veðrið í þessum fréttatíma og ekki annað að sjá heldur en við verðum bara að kíkja á hvernig það verður næsta sólarhringinn. Spáin hljóðar upp á suðlæga átt, víða 5 til 13 metrar á sekúndu. Það verður hvassara norðvestan til í fyrstu. Víða bjartviðri og hlýtt norðvestanvert landið en rigning eða súld vestan til og hiti 8 til 14 stig. Sums staðar talsverð rigning við Faxaflóa og Breiðafjörði í nótt og á morgun en dregur úrkomu suðvestanlands síðdegis. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur kvöldsins. Hún fer nánar yfir horfurnar á loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Kvennalandslið Íslands í fótbolta tryggði sér sæti í lokakeppni Evrópumótsins næsta sumar með glæstum sigri á Þýskalandi á Laugardalsvelli í dag. Átök urðu eftir leik Vals og Vlasnia í forkeppni sambandsdeildarinnar í gærkvöldi. Málið á borði UEFA og Interpol og er litið alvarlegum augum. Og Heimir Hallgrímsson var kynntur írsku þjóðinni í gær eftir að hann var ráðinn þjálfari karlaliðs Írlands í fótbolta. Íþróttir eftir andartak. Helstu fréttir kvöldsins. Sífellt fleiri demókratar vilja að Joe Biden Bandaríkjaforseti hætti við framboð til endurkjörs eftir 2 neyðarleg mismæli í gær. Biden virðist ekki ætla að verða við því og kominn aftur og fullt í kosningabaráttuna. Skipstjóri og stýrimaður á flutningaskipinu Long Dawn hlutu skilorðsbundna dóma í dag fyrir að hafa ekki komið sjómanni til bjargar eftir að þeir sigldu á bát hans. Þeir játuðu sök og eru lausir úr farbanni. Forstjóri Icelandair segir enga þörf á nýjum flugvelli og félagið afskrifi nýjan völl í Hvassahrauni. Samstaða sé að aukast að hafa Reykjavíkurflugvöll áfram í Vatnsmýri og hann þurfi fyrst og fremst að byggja upp. Stór landsvæði í Fljótum á Tröllaskaga eru komin undir vatn í hlýindum síðustu daga. Bóndi segir öfgar í veðrum valda áður óséðum vatnavöxtum. Annað upp á teiningum suðaustanlands þar sem að tún hafa brunnið í þurrkatíð. Þessum fréttatíma það byrja að ljúka. Fréttir verða næst í útvarpinu klukkan 10 og eins og svo oft áður minnum við ykkur á vefinn okkar þar sem vakt allan sólarhringinn og RÚV appið þar sem hægt að nálgast efni RÚV íslenskt sem erlent. Við ætlum að kveðja í kvöld með myndum sem að Rúnar Pétur Hjörleifsson, sjómaður frá Borgarfirði eystri tók þegar hann réri við sólarupprás út til veiða á trillunni Axel. Hafið það gott og njótið helgarinnar.